Sérðu fyrir þér eins og þú sagðir á borgarstjórnarfundinum í gær að það Rey verði hugsanlega breytt í hlutafélag sem að einkaaðilar geti haft aðgang að? Það geti alveg komið til greina. Ég held að við getum líka sér fyrir okkur að það eru margir möguleikar. Það geti einkaaðilar komið inn í Rey. Þeir geti þess vegna keypt fyrirtækið. Af hverju voru þess vegna mikið á móti innkomi Geysis Green? Var það ekki nákvæmlega eins? Ég ætla ekki að fara mikið út í það, en ég held að það hafi bara verið, það var ansi óheppilega staðið að því máli öllu. Þannig í prinsipinu voruð ekkert á móti því að... Ég er alls ekki á móti Geysis Green, eða ég er alls ekki á móti þátttöku einkaaðila í þessum rekstri, alls ekki. Sérðu fyrir þér að Rey verði þá kannski selt? Ég ætla ekki að útiloka neitt í þessu sambandi. Þannig það kemur alveg til greina? Ég útiloka það ekki. Já, þetta sagði Kjartan Magnússon í gærkvöldi hér í Kastljósi, en við bárum þessu ummæli Kjartans undir Ólaf F. Magnússon, borgarstjóra fyrr í dag, og spurðum hann einnig út í söluna á Fríkirkjuvegi 11 sem miklar deilur hafa staðið Ragnhildur Steinunn ræddi við Ólaf. Ólafur, velkominn. Mig langar að byrja á að spyrja þig, tekur undir þessi orð Kjartans Magnússonar að það komi til greina að selja einkaaðilum hlut í Rey? Nei, ég get það ekki vegna þess að það segir klárlega í niðurstöðum stýrihópsins Rey og Orkuveituna að Rey skuli vera 100% í eigu almennings eða í eigu Orkuveitunar og Orkuveita náttúrulega líka í almannaeigu, en það komi til greina að vera með öðrum aðilum í verkefnum, en eignarhaldið er alveg klárt, það er í eigu Orkuveitunar og eigu almennings. En hvað finnst þér það það sem Kjartan sagði hér í Kastljósi í gær, að það kæmi til greina að selja einkaaðilum hlut í Rey? Ég held að það sé einhver misskilningur á bakvið þau orð. Ég get ekki tekið undir neitt annað það sem stýrihópurinn gaf út, og þessi meirihluti er sammála stýrihópnum og það er þverpólitísk samstaða. En hvað geti Kjartan verið að misskilja? Já, spurði hann, en það liggur fyrir að línan er ekki svo að við seljum Rey úr höndum almennings. Getur þá lofað borgarbúum því að Rey verði 100% í eigu Orkuveitunar? Ég get lofað borgarbúum því að meðan við eigum Rey, þá verður ég 100% eigu almennings. Það er ekki útilokað samkvæmt niðurstöðu stýrihópsins að það mætti hugsanlega selja Rey. Og það er ekki heldur útilokað samkvæmt stýrihópnum, sem þverpólitísk niðurstaða náðist að vera með fjárfestum með einkaaðilum í útrásarverkefnum. Hafið þið rætt það eitthvað að selja Rey? Nei, við höfum ekki rætt það. Það er ennþá í gangi stefnumótun að vinna með þessa hluti, en almannahagsmunir og raunar breytt pólitískt samráð verður haft að leiðarljósi þessu. Menn eru sammála eftir öll mistökin sem voru í þessu máli á sínu tíma að endurtaka þau ekki, læra af málunum, hafa opna og lýðræðislega stjórnsýslu og alls ekki, það er alveg ljóst, alls ekki einkavæða Orkuveituna eða aðrar almenna eigur. Berði eitthvað vantraust til Kjartans eftir þessi ummæli í gær? Nei, mér finnst gert nú of mikið úr þessu atriði. Hvernig getur þú sagt að sé gert of mikið úr þessu atriði? Þegar þú segir hérna við mig að það eigi ekki að selja einkaaðilum hlut í Rey, en hann segir að það komi til greina. Ég er búinn að svara þessu, ég held við þurfum ekki að endurtaka þetta. En Ólafur, hvernig stendur á því að þú og Kjartan tali ekki sama tungumáli í þessu máli? Við erum ekki að því. Þið eru að því, víst að hann segir að það sé hugsanlega að það kom til greina að selja einkaaðilum hlut í Rey, en þú segir að það kom engan til greina. Ég er búinn að svara þessar spurningu. Ég sé ekki á svarinu frekar. Ég hef alveg skýra línur í þessu máli. En treystir þá Kjartani til þess að sitja sem stjórnarformaður Orkuveitunar ef hann er ekki á sama máli og þú? Ég ber ekkert vantraust til Kjartans. Þetta mál verður bara rætt nánar innan meirihlutans. Það verður ekkert gert sem stangast á við stefnumótun stýrihópsins. Ræddur eitthvað við Kjartan eftir Kastljósviðtali í gær? Ég hef hitt hann, ég hef ekki náð að ræða ítarlega við hann. En mér finnst ummælans kannski einhver lit óheppilega, en það er ekki pólitískur ágreiningur almannahagsmuni í málefnum Orkuveitunar. Þannig að það sem að stýrihópurinn komst að, það verður staðið það 100%? Að sjálfsögðu. En Ólafur, mig langar að